Við erum stödd hér í Gróarhúsinu í því sem við munum kalla framtíðarbókasafnið og við erum að sýna afrakstur margra ára vinnu. Bókasafnið bæði þarf á endurnýjun að halda byggingin sjálf en líka hvað er bókasafn? Hvað er bókasafn framtíðarinnar? Er það staður til þess að koma og lesa í bók eða er það staður til þess að hlusta á tónlist eða er það staður til þess að koma og hitta vini sína og spila saman? Það sem er nýtt í þessu verkefni er að hönnunarteymi hússins það á í samtali við notendur í gegnum vinnustofur til dæmis. Við héldum vinnustofur með 100 manns og niðurstaða er í raun og veru kynnt hérna núna á Hönnunarmars. Það sem að viðbætur sem hafa komið, niðurstöður sem hafa komið úr vinnustofunum eru þýddar yfir í þetta módel og þessa sýningu. Við höfum fengið fullt af athugasemdum frá fólki og mér finnst mjög gaman þessa daga sem við höfum verið hérna að fá upplýsingar frá fólki hvað það vill sjá í framtíðarbókasafni eins og til dæmis að leigja verkfæri eða leigja fræ til þess að sjá eða geta búið til vídeóverk. Við erum hérna í þeim tilgangi að eiga samtal við borgarbúa. Að þetta sé ekki bara skýrslur og eitthvað bara sem að birtist í byrjun og svo þegar byrjar að byggja eða eitthvað slíkt, heldur að notendur verði með í hönnunarferlinu.